Heimir Örn, stórt tap hjá ykkur í dag. Þetta hlýtur að vera gífurleg vonbrigði. Já, ekki spurning. Við vorum búin að æfa vel fyrir leikinn og gíra okkur upp í hörkuleik og en bara varnarlega vorum við bara ekki nógu góðir. Vörnin markað. Þið hefðu getað jafnað Hauk á toppnum en það klikkaði. Já, þeir bara sýnaði neins sem með langmestu breiddina og þá voru menn að spila þarna síðustu 10 mínúturnar eins og Sveinn og Gísli sem að væru byrjuleginu flesti liðum, þannig að þeir tóku okkur á breiddinni í dag. 9 mörk frá þér í dag, ertu sáttur með það? Nei, ekki alveg saman að skora 25. Ef við tapað þá ekki sáttur. Það er bara þannig. Nú meiðist Oddur Grétars illa þarna. Já. Er eitthvað grunur hvað þetta er? Nei, ég er bara skíthræddur við þetta. Ég er bara að vona best að þetta leit ekki vel út og þá erum við bara okkar besti maður eiginlega dottinn út og þá þurfum við bara gjörsamlega að gíra okkur upp. Eftir þessi meiðsli þá er nú meiðslalistinn ykkar orðin nokkuð langur. Er þetta ekki áhyggjuefni? Jú, við vorum meiðslalausir í fyrsta leik og ég veit ekki hvað veldur. Það er þetta er bara óefni sko. Þetta er alls konar ökklatognanir og kálfatógnun og svona drast sko. Og ég veit ekki hvað við erum að gera, kannski að fara meira nudd eða eitthvað. Gera eitthvað næs. Valur í næsta leik, hvað ætlaði að leggja áherslu þar? Það verður bara hörkuleikur. Patti kemur klikkaði norður og spilaði fyrir norðan í gamla dag. Hann elskar að koma norður og ég veit að Hlynur Mortens líka kemur, góðvinur minn. Hann áttur að vera einhver 15 skot í skæði, þannig að þetta verður mjög erfitt og hörkuleikur. Heimir Örn, þakka þér fyrir. Já, þakka þér.